Þú góður? Já. Ég bara spenntur. Ha? Ertu spenntur? Ég ætla ekki að vona það, ég það. Ég vel sennaður, fór eitthvað á tónheilun í gær og svona, sjaldan verið slakari. Tónheilun? Já. Hvað til að balansa mann betur. Voru þið að glíma líka? Já. Aðalega hann sko, ég bara eitthvað, aðeins prófaði að glíma, en aðalega bóksa. Ok. Ég og Jake áttu náttúrulega að glíma ársins á Reykjavík Open. Já, á glíma ársins. Það var glíma ársins sko. Ég átti mitt besta glímumoment gegn þér. Já, Jú, það var eiginlega bara af því að ég skaut ykkur doppellegg og svona hálf tók þig niður. Það er 2 stig sko, það er bara takedown sko. Og þú eitthvað svona, oh hell no! Nei! Jú, það var svo góðan. Það var ógeðslega fyndið. Þú líka? Já, ég byrjaði út af honum. Þannig ég var bara að setja hann í Mjölnir og horfa hann að glíma og ég ætti bara, ok, ég þess ekki neina. Já. Það saman með mig sko, ég byrjaði bara með strákinn minni í Vappi C í glíminu þar. Ok. Og svo byrjaði ég bara tók bóks og jiu-jitsu og... Hvað er hann það ennþá? Nei. Ok. Enn og það. Svo byrja ég akkurat tíma með Steppa, enga tíma með honum og svo hætturólega fór ég bara svona þóra að fara í glímu. Já. Ef við byrjum það. Let's do it. Já, kæru listenur, það er komið að því, það er nýju þáttur á nýju ári hjá 5. lótinni og ekki við öðru búist en við myndum sko tróðfylla stúdíóið, ekki? En við erum komið mesti, það er Georg Leite, já. Það er Samuel Máni og Stefán Fannar, Evrópumeistarar og verðlauna sangarar. Velkomin í þáttinn, strákar. Takk. Takk. Takk fyrir. Já. Herru, reyðilega gaman að fá okkur. Hvar eigum við að byrja? Þið náttúrulega fóruð á Evrópumótið í, var ekki Róm? Nú er ég alveg... November, já. Já, í November. Kids, Evrópumót Kids, já. November. Var það í Róm? Það var í Dublin. Dublin, já. En ferðljan sem byrja í Róm, hann fór í Evrópumót í Gí í Róm í april síðastari. Gí. Nei, Gí fyrst. Já. Og svo svo fór ég Gí í November. En Samuel Máni er náttúrulega sko, hann er svona stjarnaþáttarins að þessu sinni. Hvað ertu gamall? 6. 6 ára. Hvað ertu búin að æfa lengi? Ég get ekki mun. Já, 2 ár. 2 ár? Já, og strax bara hún meistari. Já, við þurfum að deila þessu mæk þannig þú þarfst að halla þér eða langar að segja eitthvað við viti. Hvernig var tilfinningin að verða Evrópumeistari? Varstu glaður? Glaður. Já, varstu. Það var ánægilegt. Og þú varst með pappa og Stefán Fannar með þér. Þið voru líka með Breki, var líka kempa sem tíma. Og Tómas. Og Tómas Þór, hann er líka að æfa í Mjölnir, hann er 12 ára. Já. Hann var líka að keppa. Ég líka. Jú, hann er í 3. sæti. 3. sæti. Hann er hörkulflottur alltaf. En hann var svona smá veikur þá, samt fór alveg... Hann var illilega veikur bara rétt fyrir, hann var fölur, kvöldi fyrir, gæti ekki borðað og var algjörðu off-balansi. En samt vil hann keppa. Já, það var svolítið mikið svona... sem sýnir svona kredit fyrir hann, já. Hans karakter. Þannig típa. Það er geðvægt. Ert þú að coacha alla þessa mistara, Stefán? Já, ég, Breki, Logi og Ketill erum svona aðal þjálfararnir núna allavega í barna- og unglingastarfinu og persónulega þá er ég að þjálfa alla tímana í barna- og unglingastarfinu hjá Mjöli. Svo maður sér, þú veist, ég er búinn að vera með Samma frá bara fyrsta degi og líka eða bara með Tómas, þú veist. Það er svo gaman að fá að fylgja þeim alveg bara, þú veist, upp alla flokkana. Svo, þú veist, eins og Sammi byrjaði núna í 5-6 ára og núna var hann að æfa í gær með 9-12 ára hópnum, þú veist, hann er ekki orðið 9 ára, sko. Það er smá svona... Á morgun? Já, ekki alveg. Þú er nefnilega að vera 7 ára á morgun. Þú að glemma því. Það er mikið ámæli á morgun. Það er bilað. En hvað segja, hafa Mjölnir sendt svona unga krakka á svona stór mót áður? Sko, það var í gamla daga, þá var einhver svona keppnisferð og eitthvað henni en ekkert af svona alvöru viti og svona stór mót eins og Sammi er
búin að fara á og þannig, þú veist. Þetta hefur bara ekki verið gert áður. Það er bara þannig. Jæja, og hvað er svona í framtíðinni? Er það bara sami á öll mót eða? Hvað ætli að gera þegar þú ert stór? Vera vera heimsmeistari með svarta beltið. Já, það er gott markmið. Það er mjög gott markmið. Það er alveg veist. Vera heimsmeistari með svartabeltið. Já. Já, ég held þú ætlar að segja Evrópumeistari og ég bara, ertu ekki búin að því? Ekki með svartabelti. Nei. En hvað finnst þér það skemmtilegasta við Jiu-Jitsu? Að keppa. Mér finnst það svo erfitt. Verður þú ekkert hræddur eða stressaður? Nei, bara... Segir það? Bara í eitt mót. Hefur bara verið hræddur eða stressaður í einu Já, það móti? var í London. Nei, ekki. Nei, Dublin, þú varst Dublin. sem stressað þar. Þú sagði það. Já, þú varst svolítið stressaður þegar þú varst að keppa úti. Ok. Og hvað gerir maður þegar maður er svona stressaður? Ég verður smá reiður. Það er svona reyð. Sem eru smá grimmur þegar hann er að keppa, sko. Já. Já. Læstu það þjálfarnir sinni? Nei. Stefán var hann sko nennir alltaf ekki í sturtu eftir mót, sko. Þannig að hann svona reynir að vera ekki. Já. Ég fann það þegar ég og Stefán glímdum, sko. Ég bara, tjóðilega, hann er ekki í sturtu eftir. Ok, það er skemmtilegt. Sko, manstu hvaða bragð þú lærið fyrst þegar þú byrjar að æfa í Jiu-Jitsu? Hvað er það fyrsta sem þú lærið? Ég held hvað það var bakpoki eða mount. Bakpoki, þá er að tala backcontrol. Það er bara hvernig við útskýrðum fyrir krökkunum og það er léttar að muna. Já. Já, útskýrt þannig fyrir mér líka, sko. Og mount þegar þú veist nú þú hefur ofan á það ekki. Já. Biggi er einn af þeim sem hann fer bara í barnaflokkana og læri Gerir bakpoka. Vertu egg, Biggi minn. Já, það er geggjað. Sko, þú náttúrulega verst Evrópumeistari, ánægð með það, smá stressaði fyrir. Ætlar að keppa mikið hérna heima? Ertu mikið að keppa heima líka? Já. Já. Eru krakkarnir ekkert að verða hræddir við þig? Svona, Stundum. já. Þegar þú verður reiður og Já. til í þetta. En er Stefán Fannar ekkert svona að kenna þér? Já, hann kennir mér mörg sinnum. Já. Og kennar hann svona, en svona að vera rólegur og... Já. Hann kennir það líka. Og líka stundum reiður. Er Stefán að kenna þér að vera reiður? Ákveðin. Ok. Það fá endur á það. Já. Manstu svona... Áður fórst í úrslitaglímuna þína af mótinu, manstu hvað þú varst að hugsa? Svona hvað fer í gegnum hausinn á manni? Nei. Bara reiður. Já. Nei, hann er að lusta svolítið mikið tónlist þá. Við láta hann vera alveg, af því þetta er svolítið margir. Ef ég má svara fyrir hann. Já, þú mátt endilega svo. Við tókum það svolítið mikið, búin að læra svolítið mikið á honum, hvernig skap hans hann að fara að keppa. Og hann er bara svona að lusta sín tónlist og svo 20 mínútur fyrir bara að byrja þá tekum við steppi við hliðina og færa bara svona yfir svona gameplan fyrir hann. Og þetta var svo fínt að við þetta fyrst skipti eftir 37 barða sem fari sem hann lítur í sig við mig fyrir mót 100 bardara. 37. Það sé hann bara að ég er smá stressaður. Þannig að hann hefur ekki lent því. Af því venjulegt mér finnst það akkurat, hann er bara mjög slagur þegar hann er að fara að keppa. Svona meira slagur en venjulega. Ég nefnilega veit að ég er mjög stressaður sjálfur þegar hann er að keppa. Þannig að þess vegna var svona pæling að taka að steppa með því á þessum mót. Af því ég gat ekki vera við hlýðna á hann. Ég verður bara... Þegar ég byrja að keppa, pabbi minn verður svo stressaður. Þannig að sný meira að pappa. En þú sami senior sem er, er þú eitthvað að keppa líka? Eða? Nei. Ég er enda að byrja bara út á honum. Þannig að ég satt bara í Mjölnir og var að horfa á hann og ég er líka sem á viktu. Hann var að horfa á mig og sagði, hann var að hugsa, já, ég ætla að spyrja svona steppa fyrir æfa. Já. Af því ég var að hugsa, ok, þegar þú verður stór, þá ætlum ég að vera miklu betur en ég í glímu. Ég ætla ekki að lifa það. Ég er með þess að miklu betur en þú. Já, reynda þú að miklu betur og en ég. steppa. Og steppa, wow.
Það vantar ekki sjálfstyrst. Nei. Ertu orðin betur Steppi eða er það? Hann veit alltaf hérna. Já, ok, geðveikt. Mér lakar til að sjá þig glíma næst. Þannig að þú myndir örugglega pakka mér saman líka. Svona ef þetta, já. Og svo næstu var að spyrja það með árið. Þannig að við erum búin að vera svona stefna nokkar stórum mót fyrir hann aftur. Hann fær eitthvað þessi báði Evrópumót og erum við, hann verður ekki brasilísku mót. Ég er brasilíumæður, hann er svona hálfbrasilísku. Þannig að við tókum brasilísku mót þá og erum við með Pan Kids og heimsmeistamót Kids sem er líka í nóvember. Þannig að við erum stefna það. Það eru svona stærstu og líka svona mótin sem veita mest stig í raun í IBJJF kerfinu. Svo þú veist, eins og það er mikill munur að vinna á móti eins og Europeans. Sem minn, þú máttir ekki fikta í borðin. Og þú veist, Panams heldur hann bara eins og mig, þú veist, að vinna eitthvað London-mót. Þú veist, það er mikið meiri credential að vinna stórmót. Og það sýnir líka í stigafjölda þegar við fara þarna. Og ferð þú og keppur á öllum þessum mótum líka? Ef ég er svo heppinn, þá bara er það þannig. Það er bara þannig. Þannig að má búist við því að svona, þú og Sammi verði svona dynamist duo út árið? Ég held það. Já. Það er það sko. Það er bara geðveikt. Þannig að það er, hvað er rauninni stefnan sett á Suður-Ameríku skilum? Já, það er Brasilía, Bandaríkin og síðan Worlds í lok árs. Wow. Veitu hvað er Worlds haldið? Þetta var í Miami, núna síðast árið. Ég átti að breytast því sko, þannig að ég held að sé aftur það. Ég var ekki að skoða, það er ekki komið alveg upp á reynu. Nei, það er ekki. En það er var Miami síðast árið og hlæði núna aftur. Svo akkurat, eins og Steppi var að segja, þetta styttur saman og það er Abu Dhabi Kids sem er líka í desember. Þannig að ef hann ná í að vinna einhvað þessu móti þá getur hann fekk boði að fara þangað. Já, þannig að það fer bara eftir hvernig, og svo er líka að vera að lusta svolítið mikið hvernig hann hvernig hann er að víbróða hann með æfingar og svona. Það er ekki að pressa neitt, þetta er bara á að vera að hafa gaman. Já. Þannig að þegar maður segir svona stórmót, hann er alveg sama, þetta er stóra og lítið mót, hann bara fer og keppa sko. Já. Þannig að við tökum eftir því núna, bara síðast eins og þegar maður stressar, það er svo margir. Það er tala 3000 manns. Þannig að inn af öllu, og það er akkurat fyndið að við þurfum að passa bara skilur, að hann heyri ekki svo mikið, þannig að hann átti annað með headphone, Steppi haldi í eyrun með hann. Já, það er þetta svaka fyndið. Til að geta svona, láta hann að endurbeta sig. Já. En ég raun og verið, eins og segja, hann bara pæla í, hann finnst bara gaman að keppa og vera með vinni sín, bótið vinnir og svona. Og það sem við finnst, allavega mér finnst skemmtilegt er það að hann getur, fókus í það. Já. Allavega held að þessi inn að fá hlut sem hann getur fókus í. Ég skilji. Sko, hver er svona helsti æfingafélagi þegar þú ert að glíma, Sammi? Með hvað er þetta að æfa? Með Steppa. Og krakka? Einhverjum krakkar? Krakka. Já, bara hinum krakkunum. Bara alla krakkana. Er stór flokkur í hvað heitir þeim? Mæstu, Skúli? Skúli, Alexander. Kári? Hver er þeir strákar sem er keppnilið þegar Mjölnir? Það er ekki Alexander, Skúli, Kári, Steppi, hvað heitir hún? Þúla, sem er enda mjög góð. Þetta glúmið Þulu á sunnudaginn. Og Gabriela. Þannig það komið nefnilega svolítið, við byrjum nefnilega fyrst með sama, þannig Steppi var bara með sama æfingu. Þannig við okkur bara næsta skref með honum, þegar við sá að hann var alveg komið í góð gír. Og það var fyrst Evrópumót. Og það málið það svona, þegar við byrjum nefnilega með að setja saman í glímu, ég og mamma hans var bara svona, hún var smá smeyk yfir því. En við föttum að þetta var svolítið skemmtilegt á Íslandi að það er ekkert submission. Þannig að það var ekki að læra að gera unit choke eða armbar eða svoleiðis. Þannig að hún var mjög slokk yfir því fyrsta ári. Svo hann var bara svona að standa sig betur og við ákveðum bara að fara með hann í Evrópumót í Róm. En það kom í ljós að það má fara í armbar og unit choke á þessu aldur. Þannig að hann æfti 3 vikur fyrir það armbar og choke. Og leindi í annað sæti. Þannig að hann dabba akkurat með armbar í. Og þá bara kom hann í hausinu og bara, ég ætla ekki að dabba armbar aftur. En ég fór ekki að tappa
dappa ekki. Nei, þú dappa ekki, en dómari stoppa. Já. Dómari bara Þú varst segir ekki ánægð með það, ég man þetta. Af því þetta er svolítið mikið, í IBJFF er svolítið mikið reglu. Þannig að ef krakkar í hættum, það stoppa bara strax. Þannig að þegar þú ná í arbar, það er bara ná í henduna og það er bara að stoppa. Já, það þarf ekki að klára submissionið. Þannig að við vissum ekki því fyrst. Þannig að við kenndu hann bara að leysa við. Ef einhvern tekur henduna hans, mynda læra að leysa við henduna og hann var að gera það og svo samt stoppa. Já, svo þú veist, við vorum búin að kenna honum aðalega að snúa svona út úr lásnum og hann byrjar að gera það, en bara strax þegar höndin er í raun gripin, þá var bara glíman stoppuð. Þú veist, út af því að þeir sjá bara útrétta hönd og þá bara, það er nóg. Þú veist, þó að einmitt sami hafi poppað fótinn til hliðar, farið að snúa öxlinni, það var bara komið. Þetta lærist maður. Svo fórum við í London Open í sumar og hann var búinn að ákveða. Það var svo gaman maður. Hann var búinn að ákveða sig bara ég ætla að klára með arbar. Já. Og ég skipti ekki máli hvað ég steppi sig við hann. Það var bara svona, farið bakboka, var að gera þetta, farið það bara. Nei, ég ætla bara að klára það með arbar sem hann gerir það og vann það mót í fyrsta seti. Sem vorum við að spurja, þú veist, tala við saman eftir á og spurja hvort hann heyrði eitthvað sem við vorum að kalla á hann. Hvað sagðir þá? Þegar vorum að spurja þig hvort þú heyrðir eitthvað þegar vorum að kalla þig. Ég man ekki. Heyri í okkur þegar við kallaði þig? Það heyri í steppa? Nei. Ekki neitt. Ekki neitt? Það er bara einbeiting, ekki neitt annað. Vel gert. Ég heyri bara heitt öskur sem all fólkin er að öskra. Já, það er aldrei læti á þessum mótum, sko. Já, ég trúi því. Er það ekkert erfitt þegar það er svona mikið af áhorfendum eða finnst þið bara gaman að þessu margir að horfa? Ég veit það ekki. Pæli kannski ekki í því. Nei, ég skilji. Sko, hvort er skemmtilegra að æfa eða keppa? Æfa og keppa. Bæði. Bara bæði. Bæði betra. Ég held að þú fann að hljóma bara eins og sannur íþróttamaður. Sami. Ertu alltaf jafn spenntur að fara á æfingu eða ertu stundum latur? Stundum þreyttur og stundum latur. Tengi þér. Það tengir bara allir við þetta. Hefurðu spilað einhverjar aðrar íþróttir eða bara glímt? Nei, ég æfi körfubolta, tónlist og ég er bara að fara að æfa breakdance. Já, ok. Og hvernig tónlist? Það spilaðu okkur hljóðfæri? Já. Hvað? Flautu. Já, ok. Og ertu bara í tónlistaskóla í flautunámi? Ok. Og þú varst líka capoeira, mástu? Já, einu sinni. Það er capoeira? Já. Já, ok. Það er skemmtilegt. Hann byrjaði á því. Áður byrjaði glímu. Maður sér það smá í stílnum stundum þegar hann er að passa gardið og tekur allt í hennu bara, þú veist, handahlaup yfir flætunar. Og maður skilur ekkert í þessu. Þá er þetta 100% frá því. Var það hjá henni, heitir hún ekki Beatrice? Beatrice, já. Já, hann var hjá henni. Já, ok. Og sko ástæðan hann hætti var akkurat, hann byrjaði að vera svolítið, tímanna var svolítið sama. Nei, við gæti ekki komast hann í capoeira líka, en það var alveg pæling að koma aftur einhver tíma. Í dagskrá hans. Og er dagurinn þinn bara svona rúnda með sama, bara Flautina og svo bara hitti. Ég var akkurat að segja þetta við konar mín daginn að við bæta þessi breakdance í og ég bara svona, meira. Ég get ekki meira, sko. Þannig að ég og hún er að skipta okkur að, þú veist, að fara með hann á æfingur og eins og segir, svona þegar hann að glíma þá mæti ég og glíma með honum, þannig að ég er að æfa á sama tíma. Ekki með honum, á sama tíma. Pappaglíman, hún er sterk. Pappaglíma, þannig að við stoppum bara pappaglíma í Mjölnir. Hvað er pappaglíma? Það er snið. Pappaglíma þá þeir sem er með barn í Mjölnir og fer á æfingu með þeim, í staðinn til að vera að horfa, þá fyrir þeim að glíma í staðinn. Það er snið. Þannig að við glímum í 45 mínútur, 50 mínútur, og það er bara alls konar, fólk sem er að byrja, fólk sem er svartabelti, þetta er bara svona, þess að komið 20 manns í heldina, svona 6-7 manns sem mæta á hverju æfingu. Það er svolítið skemmtilegt. Það er mjög snið. Já. Er papparnir að glíma í öðrum sal þá? Já, í öðrum sal, já. Svartasal. Já, svartasal í öðrum sal. Og líka stundum í löggsal. Í löggusal? Já, það er svona nýja æfingarsveið. Það sem löggun að æfa. Já, ok. Langar þig ekki að vera lögga? Ég held að við þurfum mann eins og þig í lögguna.
Að gera jiu-jitsu við bóa. Já, til dæmis. Nákvæmlega. Bara, þú veist, held ég hvað að vera erfitt að vera bói ef að þú ert bara bakbókin þeirra. Steppu getur verið það. Hann að læra að vera lögga. Já, það. Já, það er rétt. Biggi, við erum að taka upp það í lífinu. Ég myndi bara hætta öllu núna. Já, það er þessun. Já, ég myndi líða mjög vel ef þú væri lögga og væri að láta þess að bóa að spinna fyrir því. Kannski, hugsamáli. Já, ég fór að hugsa þegar ég verið stór. Já. Þegar ég verið lögga. Já, hérna, já. En þú ert í körfubolta líka. Í hvaða liði ertu að spila körfubolta? KR. Já, þú ert í Já, KR. ánægð með þig. Stórveldi. Flottur. En svo krakkarnir í skólanum, hvað finnst þeim glímuna þína og þú sétt orðin Evrópumeistari? Ég sýni medaljunar og þeir bara koma bara strax og horfa á þær. Ok, gaman. Geðveikt. Og Hvað myndir þú segja við aðra krakka sem að myndir langa til að læra jiu-jitsu en kannski þor ekki að mæta æfingu? Hvað myndir þú segja við þá? Ég ætla að fara að kenna þig. Já, ok. Getur þú að kenna krakkana? Já. Ok. Það er flott. já, ok, byrjum á því að vera jits-þjálfari áður en við förum í löguna. Já. En Sami, hvað myndir þú segja að vera erfiðasta við það að vera í jiu-jitsu? Ha, Hvað er það erfiðasta? arbar og jók og líka træningur. Já, ok. Já, en hvað myndir þú segja að vera hérna svona sterkasta submissionið? Jók. Renegade choke. Renegade choke. Hann klárar það í Evrópumót. Já, með renegade choke. Já. Hvað voru það margar glímur á örfum? Hversu margar glímdirðu á mótinu daginn? Eina. Það var einn. Já, var bara beint í úrslit. En það var crazy glíma. Það voru eiginlega... Manstu þetta í kastinu? Ha. Þegar við þetta glíma. Já, Glíma, svona. já. Þú veist, glíma byrjar og ég og Goggi erum að horfa og erum að fylgjast með þannig og þetta er alveg þokkalega stór krakki. Og síðan bara strax tekur hann í svona stórt jútókast og lendir bara flatur ofan á sama. Og ég horfi bara til Gogga og ég er bara alveg svona, og það, þú veist, ég sé síðan bara svona tárin í augunum og bara svona fókusinn. Síðan strax nær hann að snúa, ná bakinu, ég að standa upp, hoppar á bakið. Ég er að reyna að fara í mót og svo snúir hann sig og ég fyrir beint að svona reyna að jóka hann með hökuna. Og hann setur hökuna niður og þú bara læsir og svo setja hann hökuna upp og þá tekur ég bara beint í arbar. Já, tjókið. Það var strax tap. Ekki verið lengi að þessu? Nei. Var þetta löng glíma? Þetta var svona mínútu glíma en Þetta var meira, 2 mínútur. Var það 2 mínútur? Já, það var alveg við. Ég var allavega, hún leið ekki lengur sko. Það var hættur. Já, það var bara... Ég með þessi glími í hausinu með þetta. Það var svolítið svona, þú veist, strák var aðeins í stærðinni hann. Og við vorum svona sem á Það var akkurat. 7 ára. Já, og við vorum bara svona sem á, ekki stressaði, samt svona, bara hafa áhyggjur að hann myndi meiða sig eitthvað. Og þá byrjaði hann rosalega vel, hinn strákur. Og ég með stóra myndavél að skoða, veist, ég sé alveg andlítið hans næstu því bara í myndavélinni. Og þá akkurat, hann hella niður og svo reyndi hann í triangle. Já, hann reynir eitthvað... Og þá hann sleppa því, en þegar hann sleppa því, hann meiti sig eitthvað sem á í hálsinu, var það ekki? Nei, það var svona, það hann fellaði mig, ég meiti mig á hálsu smá. Já. Hann lendir bara óna. Það sá ég, hann var í myndavél, ég held að hann var bara að stoppa og gráta, sko. Hann var svona, svo byrjaði hann bara, standi upp og horfa á auku uppi og svo fór alla leið. Kláraði strákum með. Þá var ég mjög reyður. Já. Já. Og lesa það bara finna fyrir því. Aðeins. Svo var Babbi að gráta, Steppa að gráta, Breki að gráta. Allir var að gráta. Oh my god, þetta gerist. Það var mjög gaman. Vel gert. Allir grátandi á þann hliðalínunni bara. Já, þetta var... Hvernig myndir þú lýsa hans svona helstu styrkleikum? Ég myndi segja að það væri örugglega hraðinn, líkamlegu hæfileikarnir í hvernig hann getur hreyft sig, bara algjör íþróttumæður og síðan líka náttúrulega að hann sé komið með
tæknina upp á þessi choke og armbarið, þú veist, það bara ekkert allir krakkar sem eru tilbúnir í að læra svona hluti. Þetta getur verið svo óþægilegt, sérstaklega upp eins og chokeið. Þú veist, við erum náttúrulega með, ég og Breki með keppnisliðið sem við erum að fara yfir það, þú veist, chokein og svoleiðis fyrir þeir sem ætla að keppa úti. Og þá alveg, þú veist svona, kannski fyrsta æfingin vel óþægilegt fyrir að prófa þetta fyrst. En ég myndi segja svona aðalega já, hreyfanleikinn, hraðinn og hvað hann snöggur að pikka hluti upp. Bara, maður þarf ekki að sýna honum það nema einu sinni, síðan það bara orðið leiðilegt að horfa það aftur og þá getur hann bara gert það. Þú veist, það svona, það bara þægilegt upp á að kenna. Það þarf ekki að útskýra eitthvað 50 sinnum, sko. Sammið svona drauma nemandi? Já, ég myndi segja það. Stundu aldrei út allt, kannski. Smá og snáðast. En það eins og á að vera. Hlaupa stundum út allt. En það þessi orka, það þessi hreyfanleiki. Það líka bara þegar maður að þjálfa krakka, maður þarf að muna að þetta eru krakkar. Þeir þurfa að fá að vera frjálsir og gera sitt. Það ekki hægt að vera bara nei, gerðu þetta og þetta og þetta. Það ekki möguleiki. Hérna, nú aðeins öðruvísi beltakerfi hjá börnum. Getur þú sagt okkur aðeins frá því og svona hvar Sammi stattur í sínu ferli? Sko, það náttúrulega munur á beltakerfinu sem ennþá í Mjölni. Það bara sem hinn miklu Axel komið og það bara ennþá í stöðu og þá eru bara að vinna fyrir stigum sem veita strípur og síðan belti og það fullt af beltum þar. En síðan eins og svona í IBJJF beltakerfinu sem ég myndi persónulega segja að væri mikið raunhæfara og svona sniðura beltakerfi, þá eru bara færri belti og það líka mikið einfaldara út af því að þú ert að keppa í þínum beltaflokk. Svo eins og núna Sammi var í gráa beltinu í ár og þú veist bara vann allt þar, það er ekkert mál. Núna erum við þá að færa hann upp í grátt belti með svartir strípu. Svo þá mætir hann reyndari, þú veist, krökkum sem eru á hærra stigi. Og það svona smá munurinn á hvernig þetta á Íslandi og í, þú veist, þessum IBJJF mótum. Það bara skipulagið. Svo þú veist, þótt að þetta séu mismunandi belti og kannski eru sumir krakkar sem allt í einu bara með blábelti á Íslandi. Það eru, þú veist, þetta ennþá bara krakkabelti. Og þetta eru bara í raun stigi fyrir góða mætingu, þú veist, hlusta vel, that's it. Þú veist. Og líka ef maður alltaf að keppa þá fær maður líka auka stigi fyrir það. En eins og þetta á IBJJF mótunum þá er þetta mikið svona rökréttra, myndi ég segja. Svo hann kominn. Það tekur lengra tíma líka, ekki? Já, tekur mikið lengra tíma. Það verður að vera með svona ákveðin skills til að geta komast í næsta belti. Eins og held að sé á Íslandi beltið vikta bara, eins og að segja, aga, að mæta, ekki endilega hvað þú getur mikið. Bara svona til að, sem ég fyrst alveg líka allir lægja, fyrir þá er kveikjandi fyrir krakka, ég fá strípu, ok, ég fá strípu, ef ég gengur vel betur þá fara með strípur. Þannig að, en úti er meira svona akkurat, þú veist að stráka mig í, appelsínugulu belti, þá komið legit krakki, sko. Þú veist, eins og maður sé þess að gæði hjá AOJ, krakkana þar sem er kannski bara 10, 11, 13. Þeir eru ennþá appelsínugulu belti, en þeir eru bara bila góður, þú veist, betur en mörg fjólubarbelti á Íslandi, þú veist, tæknilega betri, 10 sinnum. Það er ekki svona nálægt, svo ég hef alltaf aðhlist í að belti séu mjög ómerkilega og skipta engu máli í raun, þú veist. En bara upp á IBJJF mótin, þá eru þau mjög mikilvæg upp á að fá, þú veist, réttu andstæðingana sem make a sense fyrir skillalúið. Það er mikið sens. En hvað er þetta svona stór sena á Íslandi fyrir þennan aldurshóp? Hvað eru margir, þú veist, á þessu bili, hvað er þetta, 57 eða eitthvað? Hvað eru margir bara á Íslandi að keppa á þessu aldursbili? Þú keppir alveg nokkuð marga allavega á íslensku mótunum. Það eru, þú veist, við erum allavega með 30 krakka pluss allavega í Mjölni, þú veist, stór hópur. Og síðan er náttúrulega Reykjavík á FISI með heilan helling líka, sko. Svo, þú veist, á góðu móti, þá er alveg barnamótið þá geta verið yfir 150 mann skráður. Þú veist, erum við að tala metmætingu. Svo þetta er alveg huge, þú veist, upp á það að gera, en síðan fer maður út og sér, þú veist, einmitt eins og hvað gerur að tala um áðan, þú veist, 3000 manna mót. Það er líka bilað. En fyrir Ísland þá finnst mér þetta mjög flott. Getur alltaf stækkað.
og svo líka farið gegn þingaflokk, eins og með sami til svona 5-7, þannig að 5-6 þá síðast ári, það bara 22 kíló, 25 kíló, þetta allt það sko. Þannig að stundu hann held að hann sé, og hann var allavega aðeins mikið fyrir hans aldur í þingaflokk, þannig að 26 kíló, og það fái, en sko eins og með 22, 23 kíló, mjög margir, mjög skipt eftir þyngdarflokkum og þetta getur voða leiðilegt fyrir krakka sem eru kannski þarna á milli eitthvað og eru færðir upp eða færðir niður, þá er þetta svona smá ósanngjarnt á íslensku mótunum en það er bara alltaf verið að reyna að fiffa sem best og þetta Það við nefnilega síðasta fyrir Evrópmót, það var mót hérna, mann ekki hvað það var í Mjölnir það var Grettismóti fyrir Grettismóti, þá ætlum við að setja saman í 2 flokkur óvalega, þannig að hann getur bara eins að vita hvað þannig var og þetta er rosalega vel, hann tapar 2 og vann 2 og það má sé alveg munið milli þingi á honum, skilur, en hann búinn að vera svona, hann segir við mig alltaf þannig að þegar krakkar stærri þá vil hann fara bakið, hann getur stjórna betur, þannig að Eru submissions í þessum flokki hérna heima? Nei, ekki heima, nei. Það byrjar hvenær? Það byrjar vanalega 10 ára, en það breytist voða mikið á mótum, sko. Ég hef alveg farið inn í móta sem heldur að reglunar hafi verið 10 ára og þá bara eru submission og síðan allt í hennu bara engin submission eða eitthvað hannig. En þetta svona hægt og rólega bara að vera staðfast að 10 ára sé bara svona markmið að hafa submission eftir það. Það svona ætti finnst mér að vera. Því fyrir sem maður kennir bara eins og ég og Breki erum ekki í keppnisliðinu, bara kennir krökkum þessar submission bara sem stöður og sem bara svona í raun markmið til að sækja í og meira sem markmið ekki eitthvað að reyna kirkjum líftúrina, bara að reyna að komast í þessa stöðu, bara þá vinnur. Þá voða létt að kenna krökkum þetta á bara öruggan máta. Þetta þarf ekki að vera með einhverjum illvilja bakvið, sko. En þetta mikið hættulega það alltaf hættulegt að vita ekki neitt hluti. Það bara mikið betra að vera upplýstur og prófa og kunna þetta. Það meira bara hræðsla þegar maður veit ekki. Það fyrir marga foreldra. Ég man eins og mamma mín var alltaf voða hrædd þegar ég byrjaði. Hún hélt ég væri bara eitthvað að lemja fólk í andlitið og einhverju algjöru bulli. En það snýst að koma sér í stöðu og kannski haldið 3 sekúndur eða hvernig virkar þetta að gefa stíginn? Við erum allavega á mótunum. Já, þá eru 3 sekúndur. 3 sekúndur. Já. En við bara byrjum það fyrst svona þannig að bara komast í stöðuna og síðan bara leyfa þeim að prófa þess að tjóka hvort annað og fá svona tappa og síðan bara hlæja því eftir og það var þetta ekkert mál. Hvað segir þið Sami? Það þetta hönd? Nei, ég bara skrifa nafnið mitt. Það er að skoða. Skrifa nafnið sitt í loftið. Ekki það. Sko ég svo spenntur að vita meira þessa ferð ykkar sko til Bandaríkjanna og ég snúpa í gamba. Til Bandaríkjanna og svona. Er þetta ein ferð eða er það fara fram og tilbaka alveg endalaust? Núna, á þessu ári? Já. Sko það allan Pancakes í Bandaríkjum sem í Kissimmee í Florida. Já. Og svo brasilísku mót, þannig að eins og ég segi, ég frá Brasilíu og þá erum við ég var bara að spá í akkurat að mynda að fara með honum í sumar, í júní og við verðum það í júní í 2 vikur og æfum þar. Svo brasilísku mót, svo bara í júlí mynda að fara Pancakes. Já. Þannig að eins og stendur í dag, það eru 2 ferðir, Pancakes og heimsmeistaramóti sem verður í Bandaríkjum. Ég skil. Og Sami fæ kannski smá tækifæri til að koma við í Brasilíu þannig sem þú ert og... Já, og æfa þar. Og hann búinn að vera að tengja í þessu móti, það svolítið mikið brasilísku minning. Þegar mann þegar Steppi var að keppa einhver tíma og þá horfa allir með eins og þessi kennari. Að halda allir að goggi sér sorgspelli. Og allir að tala við mig bara kalla mig sensei. Steppi, hvað þýðir sensei? Akkur, allir kalla mig sensei. Hann bara ekki mál. Og svo og ég sé allavega margir dómar líka frá Brasilíu, þannig að maður ætti að reyna að tengja við þeim nokkuð megin og þekkja þeim betur. En hann búinn að hafa sambandi við leika við, þeir fá alveg fullt af vinir og þetta bara svona mikið skemmtilegt á þessu að hann að glíma kannski við strákur og eitt fyrir að gráta smá og svo byrja aftur einu handshake-in og fyrir að leika í klukkutíma. Nei. Jú, Nei, ég var að reyna, ég fann hann og hann bara fór að tala með mér og ég var að fara til þín
Nei, til Stebba og þín. En í London, þú var með stráka hérna, Kaiki, sem hérna tala líka portugalsku. Portugalsku og fransku eins og þú. Hann tala portugalsku og fransku. Já, hann. Já, sko. Ég er ennþá sambandi við hann, við ætlum að kíkja heimsókja bráða. Ha. Já. Hæfum það? Já. Og þú sami talar smá portugalsku það? Já, ok. Hann talaði portugalsku. Ég tala með pappa portugalsku og mömmu fransku. Já, ok. Talar 3 tungumál? Ha. Talar þá 3 tungumál? 4. Kannski líka ensku. Já, líka, já. Þetta er alveg... Þetta er Það er að monta sig. Hefur þú komið til Brasilíu áður? Hefur þú farið til Brasilíu? Bara 2 svar. bara tvisvar. Þegar stundum segja ég var lítill. Ok. Og hlakkaði til að fara til Brasilíu núna? Er það sem þið hlakka mest til að gera á árinu? Eða hvað hlakkaði mest til að gera? Að fara til Brasilíu. Og eigið fjölskyldu þar sem þið hittið? Nei, það er amma mín, frændi minn og Já, frændi og frænka og amma. já, og amma. Ég skil. En Frakland, þetta er ekkert spenntur fyrir Fraklandi? Þið langar ekki að fara til Fraklands og tala Jú, fransku? út að ég fer allar daga til ömmu. Þú verður mjög mikið við ömmu, þannig fer ofta til Fraklandi en Brasilíu. Ferðu Já. 2 ára árið til Fraklandi Já. að heimsækja ömmu sína og... Fyrst, ég fer fyrst í svona húsið sem ég átti út frá langa ömmu mína og langa afa minn. Fælið í það hús? Þetta er húsið mitt. Þetta er húsið þig? Já. Já. Bara, þessi er komin á húsnæðismarkaðinn? Já, Það er bara. hann er góð kontender. Já, þeim bara geggjað. Hann er góð tindasonni. Þetta auðlýsa. Já. Það er vel gert. Herri Sami, það eru stóru spurningarnar núna. Þetta eru mjög stórar og erfiðar spurningar. Það er hvort myndirðu frekar. Það þarfst að velja, svo þeir gefa þér 2 möguleika og þú velur hvað þú vilt frekar. Ok, Ok. þetta er bara leikur. Hvort myndirðu vilja vera súpersterkur eða súperhraður? Súper hraður. Súperhraður? Af hverju? Út af þá getur í eltingarleik stundum mjög lengi. Þá ég stundum mjög lengi. Ég er mjög svona slow motion og allir bara klukka mig strax. Já, það er við þess. Þannig að við tökum súperhraður Já. og klukkum þess að krakka í eltingaleik. Og enginn nær þér. Já, Já, kemur Biggi í tækni maður. Það er geggjað. Hvort myndirðu frekar? Vilja eiga dreka sem gæludýr eða risaeðlu? Þetta er stóri spurning. dreka. Dreka? Já. Myndirðu taka með þér í skóla? Myndirðu alltaf fljúga á honum bara í skóla? Já. Með Evrópumeistar og metalíuna. Og líka fyrir hjálpa mér að gera barbecue. Þú myndir bara nota sem kokk. Nú kemur eldur, já. Pappi, hann dreki myndi gera eldi fyrir pappa. Já, Já. því ég alltaf að gera barbecue. Já. Það vantar svona hjálparhellu í eldhúsinu. Það er góð pælinga, ég er ánægð með það. Já. Fínt að nota drekan líka til að hjálpa pappa sínum. Já. Ég skilju, bara. En samt ég var að fá kamiljón fisk og svona fiska. Myndirðu vilja eiga kameljón og fiska? Já, Já. og líka dreka. Og líka dreka, já, svona hendum hann með. Hann er nummer 3 á listanum. Já. Já. Það var líka. Já, það er mjög gott svar. Ég er líka ánægðar að þú viljir nota drekan til að hjálpa, ef pappið vantar kveikjara eða eitthvað fyrir grillið eða... Hitta. En þegar hann verður stór þá myndi ég byggja annað hús. Fyrir hann. Alla, bara svona, þá myndi við fá svona 3 hæð. 3. hæð, það verður háaloftið. Og það verður hæðið númer 1, það verður alla leina niður. Það verður ekki neitt glugga. Engu glugga. Í nýja húsið þitt, já. Inn í þessu. Já. Góð pælingu. Ég myndi bara gera stórt hús. Myndir bara gera stórt hús.
þá áttu hús í Fraklandi og stóra húsið í Dragon. Það bara geggjað. Hvort myndirðu frekar? Bara fá að borða ís eða bara mega borða pítsu? Þetta er alltaf spurning fyrir þig. Ís. Kom á vatn. Ég var 100% vilja bara borða pizza. En þú myndir ekki fá að leiða því að borða alltaf ís í morgumat og kvöldmat alltaf dag. Nei. Ég skilji. Hvað er uppáhaldsmaturinn þinn? Það er... Þetta er stór spurning. Ég er að hugsa. Þú finnst að hambúrgar góð. En eitt sérstaklega hambúrgar. Hvað er best hambúrgar í bænum? Hambúrgarbúlla. Já, hambúrgarbúlla. Geggjað. Classic. Eigið þið feðgarnir það sameiginlegt? Já, svo fáum við líka Lebowski-borgara, hann er líka góður. Já. Það eru burgers. Já, það er mega fullkomið sens. Ég er ánægð með þetta valið þitt. Herri, sko, hvort myndirðu frekar? Þetta eru 5 spurningar, þú 2 eftir, sko. Nei, þetta væri bara erfiðara. Hvort myndirðu frekar vilja fljúga eins og fugl eða synda eins og höfrungur? Synda eins og höfrungur. Sko, þetta er breytispurning, sko, að því hljóðin koma með, sko. Þá þarftu líka alltaf að hljóma svona. Myndir vilja synda eins og höfrungur? Já. Hefur þið séð höfrung synda? Já. Það er svona Já, það er bara að meika fullkomið sens. Hvert myndur þú synda? Myndur þú bara synda til Frakland þá? Skjóta, bara getur skotist yfir. Nei, ég ætla bara að synda í sundi út og það eru hákallar. Já. Það er góða punktur. Eða ég fer of langt að synda í sjóinn og ég ser hákallar, ég myndi bara hlaupa í burtu. Já. Það því þú er svolítið harður, Ég myndi bara- hraður. Ég myndi bara beint í strönd. Myndi Bara hlaupandi heim. En myndur ekki bara nota bakpokan? Bara bakpokan á hákallunum og... Það líka. Ég ætla bara að ná í reipi og bara svona og fara beint á bakið hans og setja reipið á hann og ég geri jíha. Ég bara segi því, kærðu mig til Fraklandi. Ég sé það fyrir mér. Ég elska hugmyndunum að þú sé búin að synda hálfa leið til Fraklands og svo bara, nei, herðu, mér vantar reipi. Já, þetta er góð pæling, ég er ánægð með þig. Herru, svo síðasta, hvort myndur frekar vilja vinna stóran bikar eða fá risastóran póka af nammi? Þetta er erfið. Já, ekki mér, Steppi geti aldrei svarað þessu. Bikar. Myndu fá bikarinn? Já, ég held að það sé rétt valið hér. Og það er gull. Gullbikar? Já. Já. Fyrir kannski að verða heimsmeistari? Já. Ég láti bara nammið eiga sig. Þú væri eitthvað sem er með ísinn? Þú fókus með nammi ef þú fá bikara. Ég er líka að fara að fá nammi í morgunmat á morgun. Færðu nammi í morgun? Já, þú er náttúrulega afmæli. Afmæli í dag. Já. Það er eitthvað ég má borða. Bara 1 dag í ári. Og þú lætir pappa bara gefa þér bland í póka bara í morgunmat. Og ég bara sittist í sófa og ég segi bara allt. Ég segi bara, herru pappi, gerðu mér eitthvað. Það fer ég hlaupandi bara, já, ekki mál. Ég skal sækja eitthvað. Algjör snill. Það er draumið þín, allavega. Já, það er bara, það er... Það er draumur minn að stjórna pappa og mömmu. Og hvað þau veru krakkanir og ég veru bara fullorðin. Já. Það verður mjög skemmtilegt. Það væri mjög skemmtilegt. Hvernig líst þér á það, Goggi? Ég bara, veit ekki alveg. Ég held að Ég langar svo mikið hvað að leyfa mér að vera alveg einn heima og þá má ég gera allt sem ég vil. Já, við gerum það ekki. Þá fer treystum þig ekki alveg í það. Þá fer ég bara svona að labba og bara bjóða ykkur í heimsókn og svo bara svona Bara leika, og svo bara PlayStation. leika já, PlayStation. Ég tala um það, út af hverju þú átt ekki PlayStation.
Æ, nei. Nei. Nei, við skulum ekki ræða það. Nei. En það væri fínt að fá að vera aðeins einn heima og fá að ráða Þá má ég spila á iPad. Það má ekki spila á iPadin. Og þegar pappi og mamma kemur, ég myndi segja bara við vinnu minn. Og við erum að leiki í herbyggi og ég sagði, fartu út úr klukkan, eins og skot, og fartu heim. Nú? Út af húsans í hliðin á mig. Já, þetta er svona heppin að eiga besta vinn sem er bara nágranni. Já, geðveikt. Hvað heitir hann? Hann heitir Eysteinn. Eysteinn. Hann er ekki að æfa glímu? Nei. Nei. Það er bara svona iPad-félagur. IPad-félagur. Það er bara geggjað. En hvað ætlar að gera til að halda upp á afmælið þetta á morgun? Ha? Hvað ætlar að gera til að halda upp á afmælið? Á morgun verður fjölskyldaafmæli og ég man ekki hvað það verður fyrir svona partíið afmæli. Fyrir krakkana? Við vorum í bíó, meistu? Við vorum allir í bíó. Og ég veit ekki hvað við vorum að horfa. Já. Og vinur minn Jómo segir hvað mamma mín er búin að búa til svona kort með mynd af vinur minn og ég og við sem að gefa hérna korti og það verður svona númer svona sætanúmer svona sætis svona númer og þau bara setjast á þau setjast í númerið þar sem kortið var þar sem svona númerið var. Já. Þannig að þú raðar öllum í sæti, þú svona... Þú stjórna þessu. Það er mamma þín stjórna þessu. Hún er nefnilega svolítið stjórna... Nei. Þetta er mjög skemmtilegt þetta fyrir... Ég myndi bara við í hlinn á hurðinni og allir bara koma og horfa á þig. Hérna kortið, bara ekki gera alla. Við strákan verðum að ferðast núna, búin að vera svona frísvar til útlanda. Og það er kona mín, mamma hans, sem er skipulega allan fyrir okkur. Þannig að hún kaupir miða, hún sé hóteli, hún sé allt. Og hún fekk okkur vel, þannig að við erum svona karlausir strákar. Svo einhver tíma erum við í Róm og að leita til að sækja bílinn. Og hún sé nefnilega, hún er með trakka á okkur. Þannig að hún sé hvað við erum. Og hún sé að hún er að vera að lappa í ring. Og hún sendi okkur bara, herri, það er það sem er að leita, akkurat þarna. Þannig að hún er að skipulega, hún er ekki með okkur, en hún samt er með okkur í svona... Guardian Angel. Ég man þegar ég var með Stebba, við vorum að við fórum einhver stað og við týndumst út af, við vorum aftur að fara í staðin sem við vorum en þau voru farnir og við fórum svona einhver staðar og við fórum í hringi út af ég sá það. Við fórum svona... Hvað var það? Við vorum ég fór í einhver staðar og ég var að reyna að finna ykkur og svona ég þurfti að fara, ég var svona, ég var það sem þið voru, ég var að labba í hringi fyrir að reyna að leita. Já. Það var svona labbandi í hringi. Þú varst yndilega í Dublin, meistu? Já. Já. Það var ekkert skeri. Já, við leitum alla höllina og síðan satt hann bara og var bara rólegur í iPadum held ég eða eitthvað. Við líka með trakka á honum allan tíma. Þannig að það er svona stóru mót, það var svona AirTag sem við setja á hann. Já. Og það verður rétt að fylgja með hvað hann er og akkurat, við vísum hann var inn í svæðinu en við vísum ekki hvar þannig að það byrja allir að fara að leita honum í svona hálftíma og það bara sat einhvers stað sem var ekki mikið háa. Ég var svona uppi og svona svo kom ykkur sem sagði Samuel fjölskyldaðinn er að reyna að leita og ég bara Úps. Og í hausinu mínu ég var svona ég glemdi að spyrja pappan minn. Já, það er gott. Það er alltaf að glemja sér. Það gerist. Með fleiri spurningabyggi. Ég man ekki, voru búin að spyrja, hvað finnst þið skemmtilegast að gera þú ert ekki glíma? Er það ekki flautan og krumboltinn? Það er að hlusta á lög, dansa og horfa. Já, ok. Já. Hvernig tónlist hlustar á? Bara eitthvað tónlist. En við veit ekki hvað það heitir. Nei. En það fer eftir með hverju þú ert. Ef þú er með pappa þú er mikið brasilísku tónlist og ef þú er með mömmu þá lendir þú í stundu í rússneska pop. Ég sitji bara portugalsku lag. Með pappa? Já. En pappi er ekki og
Ég bara sitja með það með mömmu. Ég skil þig. En ég er svolítið forvitin hérna breakdansin. Langar að verða mjög góður í breakdansi. Já, ég kann smá breakdance. Já. Ætlar að keppa í því líka? Já. Ekki orða mig, þú eitthvað að gera. Jó, Goggi, þú lítur nú að taka breakdansin líka. Já, ég geti það. Ha, Ég er bara, pappa breakið. baki mín er að vera svona ónýttur, þú veist. Ég eldri steppa mín var í fímuleikum. Þannig að ég ákveði líka að gera fímuleikum smá tíma til að kveika hann að halda áfram. Og núna hann er í glímu, þannig að ég ákveði að gera glímu líka til að vera með. Svo er með Luana sem er 2,5 ára, þannig að þegar hún er mikið pæli í ballet, þannig að ég ætla að taka ballet líka næst. Nei, hún pælir í fimmleika. Fimmleika, já. Hún spurði mömmu, er fimmleika í dag? Já, Hún bara spurði alla daga og svo í gær svo sagði mamma, það er fimmleika í dag og hún bara, yey! En er ekki gaman að hafa pappan sin svona með í glímunni? Já. Pappi kemur alltaf með? Já, nema kannski, já, þú ert ekki að æfa flautu? Ekki að flautu, nei. Ég er bráðum að vera að ræfa. Flautu, já. En nei, ég kem ekki með flautu. Þessi mamma, svona listrænt er hjá mömmur mig. Og ég hafa líka svona bók fyrir læra að gera flautu. Til að læra að gera flautu? Já. Ja, til að læra að spila flautu. Já, Og læra að ég spila flautu. veit ekki hvað er nótumar. Nei, já, það er flókið, það er læri. Það er flókið, þú lærir smá. Já, það er ekkert stress. Það er bara geggjað. Já, og ótrúlega gaman að tala við þig, Sami. Já, við ætlum svona kannski bara svona að slá botninn í það. Segja þetta gott í bili. Já, það er eitthvað fleiri spurningar frá mér. Sami, það var ógeðslega gaman að kynnast þér. Þú ert hæfileikaríkur og mjög fyndinn. Þannig að halda áfram bara að gera það sem þú ert að gera. Þá held ég að þú verður bara algjör gullmóli í framtíðinni. Við hlökkum til að fylgjast með því sem þú gerir næst og öllum mótunum sem þú ert að fara á árinu. Já. Takk. Ég var svo mikið að forvitna svona á mig hvort að Stefán Fannar væri boðið í afmælið. Stefán er bóði. Já, Stefán er boðið. En hann mæti fjölskyldamalið, ekki? Ef ég hann er bara til fjölskylda. Já, það er ekki. Hann kemur á morgun. Já, ok, gott. Og líka í bíó. Og líka í bíó, já, gott. Hann er dúlið að passa krakka. Og ég ræður eða kennararnir koma. Já, þú ræður, annars koma kennararnir. Já, þú tekur það til þín, Stefán. Já. Geggjað, strákar, takk æðislega fyrir að koma í þáttinn og virkilega gaman að fá ykkur og bara gangi ykkur vel á, já, Suður-Ameríku og Ameríku-túrnum bara. Já, það er bara, það verður gaman, það verður kemdilegt. Ég láti ykkur vita. Endilega, við fylgjumst með og já, bara takk fyrir að hlusta, allir sem að hlustu og við sjáumst, ætlum við að gefa 2 þætti í þessa viku? Við þurfum kannski aðeins að bíða með Vítali og Ernest, þannig að búið að kynna bardagana þeirra. Það er búið að kynna annað þeirra. Já, þannig að það er bara smekk við dagsjó. Já, það er fullt dagsjó. Geggjað, takk fyrir okkur.